fólk pælir oft í því, eða spyr mig allavega oft að því, hversu mikið raunverulega hægt að tala kynlíf og hversu mikið áhuga getur ein manneskja haft á kynlífi. Og það nefnilega málið. Þetta ekki bara áhugamál hjá mér, þetta algjör ástríða og auðvitað fer maður og lærir ástríðina sína. Það segir sig sjálft, það ekki? Ég vissi ekki að þetta væri nám fyrir en ég bókstaflega stóð fyrir framan einn fyrsta kynfræðing Íslands sem sagði mér það var hægt að vinna við þetta og þá var ég bara eitthvað hvað ég að gera við líf mitt og hendi mér út í nám. Að því að sko ég hef alltaf verið þannig og ég hef alltaf spurt af hverju valdur þetta? Ég hef alltaf verið þannig að ég hef verið sjúklega forvitin ástarmál, tilfinningar og þegar ég vissi að inn í þetta blandaðist kynlíf, það hefur verið svona kannski 10-11 ára, eins og bara þegar mörg börn fara að pæla í þessu og mynda þessar tengingar, að þá var ég bara eitthvað svona, það annað þarna. Og ég fann að þegar maður spurði fullorðna fólki út í það, þá kom bara svona stoppur. Það var bara eitthvað, þetta óþægilegt, þetta á ekki að ræða, þú ert ekki að hugsa þetta og þú ert alveg ekki að tala þetta, ég get lofað þér því. Og svo skrítið að vera einhvern veginn sem barn og svo sem unglingur og koma luktum dyrum alls staðar. Ég fann það var alls konar að kvikna inn í mér, ég hafði svo mikla spurningar, það var svo margt sem ég langaði að vita, en að rekast svo einhvern veginn á alla þessa veggi og alla þessa þögn, og ekki bara þögn á veggi, heldur líka eitthvað ósýnilegt regluverk hvað ég mátti, hvernig ég mátti eða hvað ég mátti ekki og allt þetta. En samt var þetta ekkert yrt, þetta var einhvern veginn bara svona, þú fórst utan í vegg og þá komstu að því hvar veggurinn var. Hann var ósýnilegur þangað til þú fórst utan í hann. Og það var svolítið mín upplifun. En ég hef alltaf í kjarnanum mínum verið bara ótrúlega áhugasöm og spurt fólk bara hvar geymmtust þið og hvernig og hvað þið búin að vera lengi saman og hvað finnst ykkur skemmtilegt að gera saman, hvenær sambandsafmælið ykkar og hvað ætlið þið að gera og hvernig kynlífið ykkar. Þegar ég uppgötaði leikinn, ég hef aldrei það yrði bara svona kaflaskil í mínu lífi af því að það var allt í einu leyfi til að tala kynlíf á ógeðslega opinskáan hátt. Jú, margir þurftu að drekka sér kjark, það þurftu ekki að gefa mér mikið til að bara og það svo fyndið að þegar ég fór í meistaranámið þá voru kennarar sem ég hefði haft í grunn, framhaldsskóla og háskólanum sem voru bara auðvitað fórst þú í þetta. Og einhvern veginn allir vissu það eiginlega svona formlega undan mér. Þeir bara, þú ert með þetta á heilanum, þú vildi gera öll verkefni eitthvað í tengslu við kynlíf, eða samböndu eða ástina. Þú reyndir að tróða þessu inn í hvert einasta málefni sem við fjölluðum Og ég bara eitthvað svona, vá, en áhugavert. Og ég átti að hugsa, hversu margir eru bara alveg eins og ég, hafa bara gífurlegan áhuga en mæta þessum veggjum. Þannig ég að vona að hér getum við dansað svolítið frjáls. Ég að vona að hér ná að fjarlægja alla þessa veggi og þú fá bara að byggja þinn eigin kassa ef þú vilt hafa kassa eða bara sleppa kassanum. En við megum alltaf afla okkur fræðslu. Við megum alltaf afla okkur nýrrar þekkingar. Það ekki hættulegt og þó að við skoðum eitthvað, heyrum eitthvað, lesum eitthvað sem okkur hugnast ekki, takk það fram, þá breytir það okkur ekki. Við lesum ekki eitthvað og það mótar okkur við förum og gerum. En við megum vita og það það sem ég vona að við getum gert hérna. Bara tekið þekkingu og bara svona skynda hana ljósi. Þetta bara eins og að vera í bókasafni og það slökkt ljósin og þú sér ekki neitt og það ekki hægt að lesa. Ég bara að rétta þér vasaljós. Og ég bara segja, sjáðu allt sem til. Hvað viltu vita? Hvert langar þið að fara? Við erum með heilt bókasafnirna og þú mátt skoða allar bækurnar, þú mátt opna þær allar, þú mátt lesa allt. Það ekki hættulegt, ekki hræðilegt. Þetta bara fróðleikur. Þannig að vertu velkomin í kynfræðslu fyrir fullorðna.